Ok, hlaupa yfir verkefni 6. Það er verkefni dagsins. Tekið upp á viti og þannig að þið þurfum ekki að hafa mikla áhyggjur. En það lítur einhvern veginn svona út. Og þetta kraftarásinn og hérna stýrirásinn. Það getur verið einhvern veginn svona. Ég ætla aðeins að fara yfir tengilistanúmerinn. Axel. Þið eru alltaf með, ég sést ekki alveg hérna á vídeónu. Skjávarpinu upp fyrir. Það er gaman. Þetta er bara alveg svo áður, þá er hérna L1, það er að segja X1, L1 og hérna það er hérna náttúrulega 1 hérna og 2 og 3. Þetta eru X1 hérna líka. Þessi X1, 1, 2 og 3. Síðan koma, hérna myndum við tengja kraftrásina við. Þá eru líka hérna, þessi X1, 1. Þá erum við búin með 1, þá erum við náttúrulega upp í 4, 5 og 6, 7, 8 og 9, 10, 11 og 12. Svo er hérna stýriklósinn. Þið sjáu að hún virkar þannig að hérna, ef það er búið að kveikja hérna á þessum, búið að kveikja hér, ég er búinn að kveikja hér og að standa hérna þessir opnir hérna, þessir hér og það er ekkert að kveikja hérna. Ef ég er búinn að kveikja á þessum og þessum hérna og þá standa hérna þessi og þessi og þessi og þessi, allar opnar. Það er ekki hægt að kveikja á þessum hérna. Og ef ég er búinn að kveikja á þessum hér, tveimur, og standa náttúrulega Q3 áfram á opnir, en þessi og þessi standa opnir, þá er ekki hægt að kveikja á þessum hérna. Þegar ég gerir þessa stýringu fyrir logo, það er náttúrulega frábært ef ég geti gert þetta í fúnksjónblokkum en hérna ekki vera að reyna það ef ég geti það ekki. Þetta er svona akkúrat dæmi um það að það er miklu auðveldara að búa þessa tekníku til sem ladder. Það er bara nákvæmlega þessi tekníka eins og hann er, setja hann á hliðina og hann er tilbúinn. Einu outputin verða hérna Q1, Q2, Q3. Og svo varum við hérna með tengilistanúmerin og varum komin upp í 12 var það ekki? Og þið ráðið hvort að þið haldið áfram eins og þið voru með að hnappabók sem var tengt í 18 og upp úr. Eða hvort þið byrja á 13. En við skulum bara vera með, bara halda okkur við það sem að var. Var ekki 18 hérna hjá okkur? Og 19 hér þá. Og 20 hér. Axel. Og síðan sjáum við að ef við miðum við að þetta dót sé allt í sama hnappabóksinu. Þessi stoppknappur hérna. Og Þrír startknappar.
sem að heita væntanlega S1, S2, S3 og S4. S1, S2, S3, S4. Við sjáum að þessir, og þetta allt í sama bóksinu, að sjáum að þessi getur tengst hérna og þessi getur tengst hérna, þannig að við þurfum ekkert fleiri tengipunkta fyrir það. Þetta allt í sama kaflinum. Svo er spurningin með þessi ljós hérna. Ef að þau eru líka hérna í sama bóksinu, þið ráðið hvort að þið látið þau heita H1 eða P1. Það er bæði rétt bara. Þetta er bara nota sömu heituður hérna hjá mér. Þetta er P1, P2 og P3. Og þá fáum við að við verðum einhvern veginn að koma rafmagninn á þetta hér og hér og hér. Þá getum við bara haldið áfram með það, 21, 22 og 23. Þetta er allt ekki sinn. Erum við eftir? Við þurfum einhvern veginn að koma nullinu hérna í ljósapyrna líka og það myndi annarkvort vera tengipunktur nummer 24 eða eins og við gerðum þetta, það var bara svona blár kubbur, að ekki. Setjum við bara N hérna. Og við getum alltaf gengið lengra. Við getum líka sagt þetta að þetta sé 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 og 4, 6 og 4, 7. Gamlir. Og við getum líka gengið ennþá lengra og sagt þetta sé í kapli númer eitthvað. Og allir kaplar þeir heita tvöfalt vaff eitthvað. Við ætlum ekki að tengja þetta verkefni. Þetta verkefni er bara brain training. Við ætlum bara að teikna það upp og skila því með réttum tengipunkta, númerum og hýtt og flott. Við ætlum ekki að tengja þetta. Við ætlum ekki að tengja þetta. Ef við ætlum að tengja þetta, þá ættu skólinn að kaupa eitt segulegi viðbót fyrir ykkur alla, bæta því á efnis kostnaðinn ykkar, ekki? Tengur þið ekki fyrir eitt verkefni. Það ekki þurfti að víra allt brettið ykkur upp á nýtt. Algjörlega frá til og það tekur bara mikinn tíma og við ætlum að einbeita okkur að öðru restina af hönnunni sem að tengja logovélarnar, það er PLC. Ok.